Komið sæl og verið velkomin í Kvöldljós. Ragnar Gunnarsson heiti ég og verð með ykkur í kvöld ásamt honum Þorsteini Óskarsyni. En áður en ég sný mér að honum þá langar mig fyrst að tala það að við erum hérna í nýju umhverfi og það komið nýr tæknimaður og með nýjum mönnum þá kom alltaf nýjir siðir og flottir siðir og hann tók til í gamla settinu mínu, hann Gunnar Ingi, og við erum komin í nýtt sett og ég er bara mjög ánægð með það. En að því sögðu þá langar mig til að þakka þér fyrir að vera með okkur í kvöld. Ég vil þakka fyrir alla hvatningarna sem við fáum, ég vil þakka fyrir stuðninginn og bænirnar. Þær eru ómetanlegar. Ég bið þess að heilagur andi sé í þínu kringumstæðum og ef þú myndir spyrja mig hvernig ég hefði það, þá myndi ég segja að ég hefði alveg ljómandi gott. Að því sögðu þá langar mig til að snúa mér að þér og vertu velkomin Þorsteinn. Þakka þér fyrir. Jæja, þá erum við komin í græna settið. Já, það má segja það. Já, þó svo enginn sjáu það. Já. Svo leiðis. Já. Heyrðu, Þorsteinn, doktor Þorsteinn. Jú, það er ég. Það er þú. Doktor í eðlisfræði. Já. Já. Og af hverju er ég að gera því svona skil, það er vegna þess að mér langar til þess að svona, þegar líður á þáttinn, að við svona reynum að við hin svona áttum okkur á því hvort að eðlisfræði, vísindi eigi samleið með Biblíunni og Guðsorði. Og ég get sagt að mín reynsla er svo að það gerir það. Það gerir það, það á algjör, það stangast ekkert á. Það stemmi mjög vel saman. Já. En einhvers staðar hefur maður fengið þá tilfinningu sem sagt að þegar maður er menntaður og veit mikið og svoleiðis sko, þá þarf maður ekkert á trúna að halda. Það er ekki mín reynsla. Nei. Nei, það alls ekki. Og leið ég sagði þetta, þá áttaði ég mig á því einmitt að þú ætlar að afsanna það einmitt núna á eftir. Já. Það má segja það. Þetta litla sem ég veit það sem við ætlum að tala, þú ætlar að afsanna það. Og gera það sem við erum að gera í þessum þætti, að draga það fram að það sé eðlilegt að vera trúaður og verulegur ávinningur að því. Það skiptir öllu máli fyrir lífið að vera trúaður. Já. Því að sko, menntun er ágætt, hún er bara eins og verkfæri, en trúin skiptir máli varðandi lífið. Já. Og hvernig þér vegnar. Já. Og við ætlum svona að sanna það. Kannski ekki með stærðfræðilegur útskýringu en sanna það. Segðu okkur meira frá þér, Þorsteinn, hvað gerur í dag og hvað ertu svona fyrir utan það að vera doktor í eðlisfræði? Ég er 64 ára og sérfræðingur í Ísal. Vinn þar í steypuskálanum og vinn við steypun og reyna að leysa vandamál. Já. Og það er bara mínar ær og kýr, ef maður þannig orðið komast. Og búin að vera það í 29 ár? Já, ég byrjaði þar 84 og var áður stundakennari við Tækniskólann en þegar að ég gifti mig þá þurfti ég að finna betur borgarstarf og fór þá upp í Ísal. Já. En nú er það svona álit sumra að doktorinn sé kannski eitthvað svona sem að eigi að stunda rannsóknir og kennslu. Já, maður getur gert það ef þú hefur grundvöll. Já. Það er þannig að náttúrulega verður maður að geta fleytt fjölskyldu. Já. Og ég kynntist konunni minni, henni Margréti, og langaði að eignast fjölskyldu. Já. Og eiga fyrir mat. Já, og bara geta séð okkur. Já. Svo gaf drottinn okkur 4 börn, 3 syni og 1 dóttur og þau eru komin vel til manns. Já. Og hún er 23 ára yngsta dóttur okkar. Já, bara rík fullorðið fólk. Já. Og elsti drengurinn okkar er 30. Já. Og þau eru öll trúið? Já, þau eru öll trúið. Já. Það er mikið blessun. Það finnst mér. Já. Og ég tel það sé bara eðlilegt. Já. Að það sé eðlilegt að börnin fylgi foreldrunum. Já. En þau eru ekki þvinguð til þess. Nei. Ég er nú eftir að fara aðeins nánar í þetta, hvað gerist með foreldra og börnin. Já. Þegar við förum í þinn svona vitnisburð. Já. Já. Og kirkja sem þú sækir í dag?
Ég Hvítasunnu-kirkjan, Philadelphia. Já. Og öldungur þar eða eitthvað? Já, ég var öldungur þar, það er rétt. Já. Er það ljúft að vera öldungur? Já, það er bara gott. Já. Maður hérna er til uppbyggingar og til blessunar. Já. Ertu eitthvað að predika? Nei, ég hef ekki lítið af því. Já. Nema ég kannski gef vitnisburði og ég reyni að hafa meira áhrif utan sarnarins en innan. Já. Því að maður predikar það sem maður er. Nákvæmlega. Maður lætur fólk vita að maður trúir og þá opnar maður fyrir það að ef fólk vil tala trúna. Já. Og því ég sagði öldungur, segðu okkur svona alveg í örstuttu máli hvað öldungur er, að því að ekki skilja nú allir hvað það er. Það er ekki að því þú ert orðinn öldungur, heldur að þú ert öldungur. Já, það er bara, ég er nú svona, ég sé ykkur leyti bæna hérna starfið. Já. Ég held bænastundir eða sem sagt ég sé að bænastundir eru og því að ég trúi því að það eigi að vera söfnun bænastundir. Já. Og það sem mér finnst vera veikleik í dag er það að fólk biður ekki. Já. Það er hvað er það, af hverju ættum við að biðja? Já, við biðjum það sem við viljum fá. Já. Og það skiptir svo miklu máli að segja það út sem við viljum fá. Já. Geturðu fært þetta yfir á eðlisfræðina? Hvað er bæn? Hvað eru orð? Hvað er þetta? Er þetta kraftur eða? Já, ég get bara sagt þetta er ákall. Þú áttir ekkert vona á þessu spurningu, ég veit það. En sko... En hvað verður bæninnar? Bænin er ákall til Drottins. Ég veit það. Hvað verður? Ég meina, hvert fer hún? Þú talar út bænina og hvert fer hún? Fer hún til Drottins og svo aftur hingað niður eða þú sagðir að það er svona nauðsynlegt að biðja? Af hverju? Já, það er að því að þú í rauninni Guð skapar með bæn. Eða Guð skapar með orðum. Já. Og við sköpum með orðum. Við segjum Guði hugsanir okkar. Og hann vill hafa það þannig. Ég veit ekki af hverju. Nei. En þetta er bara... Fara þá til Guðs eins og svo bergmála tilbaka aftur til okkar og blessar okkur eða blessar aðstæði sem við erum að biðja um? Ég trúi því að orðin farið til Drottins og hann sendi blessunum tilbaka. Já. Því að orðin þurfa ekki alla að koma tilbaka, heldur að koma til og með englar sem hjálpa okkur. Já. Og við fáum bara önnur viðhorf. Við fáum hjálp. Já. Og við tölum við heilagan anda. Og við fáum lækningu. Við fáum lækningu, það er rétt. Já. En þú ert svo sannfærður. Akkur er svona sannfærður? Því að ég hef bara séð að virka. Já. Það er ekki flókið. Nei. Það er engin stærðfræði fólumólu bak við það? Nei. Því að sko, það er eitt ef maður segir eitthvað. Já. Þá getur þú tekið við því. En þegar þú bara sér hvort að orðin sem hann segir virki, þá skiptir það máli. Eða þá kemst það því hvort að bara hann sagði satt eða ekki. Já. Nei, því þú sagðir að það væri svo nauðsynlegt að bænastarfi í kirkjunum. Hefur þú þá séð það, hvað gerist ef það er ekki bænastarfi í kirkjunum? Hefur þú þá séð það eða sérðu blessanirna bara? Ég sé blessanir þegar öflugt bænastarf. Já. Að ég sé blessanirna koma. Já. Og líka að ég kannski fæ að vita eða bara við biðjum saman og heilagur andi, hann leggur okkur í hug hvað við erum að biðja um. Og þú finnir fyrir heilagum anda? Já. Hann er með okkur. Já. Heyrðu, þinn uppruna, ef við förum núna í það. Við erum búin að gera grein fyrir því hvað þú ert í dag og svoleiðis, en þinn bakgrunnur. Pabbi, hann hét Óskar Gíslason og er bróðir Einars Gíslasonar sem kallaður Einari Betel. Og mamma var Kristín Jónína og hún var ein af byrjendum í Hvítasunnu-kirkjunni í Vestmannaeyjum.
í Betel. Og ég alinn upp á trúuðu heimili. Já, og bara inn í Betel? Já, inn í Betel og fór með pappa og mammi í Betel. Já. Enda þegar áður en ég fer í barnaskóla, 6 ára gamall, þá kemur kennan og spyr, hvað gerir pabbi þinn? Og reiknaði með því myndi segja, hann fer á sjó. En ég sagði, hann fer í kirkju. Já. Og honum fannst það skrítið. En þetta var mín upplifun. Ég sá bara pabbi fór alltaf í kirkju. Og hann var það. Mamma fór í kirkju líka. Já. Og fannst þér gott að vera í kirkjunni? Ég fór bara... Þú er stund sannleikans. Já, ég fór bara svona aðalega því að pappa og mamma ég vissi að pappa og mamma þótti vænt að ég var herð þá. Já. Og ég fór með þeim og það var allt í lagi þetta var. Þetta var bara 1,5 tími og svo var maður það búinn. Og þá var þetta að fara að taka þátt í lífinu aftur? Já, þá tók lífið við. Og svona hefur þetta verið öll þín unglingsár, sem sagt, að þú ert úti í Vestmannaeyjum í Betel og gengur í skóla og... Já, og með þess að ég fór hérna oft í bíó og frændi minn, hann Einar Gíslason, hann kallaði mig Bíósel. Já, svona svipaða syndaselur. Já. En hvaðan kom þetta að maður mætti ekki fara í bíó ef maður væri kristinn? Það veit ég ekki. Nei, ekki ég heldur. En sko, málið... Þau voru bara ekkert hrifin að því að það væri verið að fara í bíó? Nei, það var ekki hrifin að því. Nei. En nú bara sjónvarpið komið inn á öll heimili og það eru breytti tíma. Heldur að Einar væri með sjónvarpinu á heimili hjá sér? Hann var það. Hann var það? Já, ég þekkti. Já. En sko, málið það er ekki það sem er aðalatriði, heldur að gefa Jesú tíma. Já, en byrju við erum ekki komin þangað því að þú varst ekkert að gefa honum tíma þarna. Nei. Þú varst svolítið svona bíóselur. Já, Fórstu þá þínar eigin leiðir? Ég fór mínar eigin leiðir. Já. Var ekkert erfitt að vera sonur svona Óskars og frændi Einars og svona? Já, maður var kallaður betilingur en það var allt í lagi með þetta var bara það sem ég var og maður sætti sig við það. Og ekkert að þú þurfti ekki að fara inn að stellingar út af því? Nei. Og það er komið fram, þú fórst í bíó og gerði þá eitthvað meira eftir sami Prakkarinn og Snorri? Já, kannski meiri. Meiri? Nei, ég veit það ekki. Bara maður var eðlilegur og gerði það sem mann datt í hug. Já. Og reyndi nú að meiða ekki fólk og eins og svoleiðis það er mikið kátína í ykkur systkinunum. Það gengur mikið á svona. Og svo er líka það sko að við höfum frásagnarhæfileika. Já. Það er bara okkur gefið, það er bara náðagáfa. Og gaman að þið tala saman og svona uppar og hvort annað, bæði með sögum og spjalli. Já. En ég fór fékk ég áhuga á því að læra og mamma hann langaði alltaf að vera kennari. Hún hvatti okkur til þess að læra. Af því að pabbi hennar hafði í rauninni ekki hvatt hana til að læra en hún vildi að við lærðum. Og hún vildi allavega að þið fikk hvatninguna. Já, hún gaf okkur hvatninguna. En það lærðið öll. Já. Og öll í háskóla? Já, Anna systir mín, hún er hjúkrunarfræðingur. Það er nú háskólanám í dag. En þá fór hún gegnum hjúkrunarskólan. Það var sínum tíma. Og Gísli fór í gegnum kennaraskólan, en það er sama, þetta er allt orðið háskólanám í dag. Já. Og þú ert lifið bara eðlilega lífi, þú kemst í gegnum táningaaldurinn á þess að stíga á tærnar á neinum eða misstíga þig að ráðið eða hvað? Já. Svo bara fór ég gegnum landspróf í menntaskólanum Laugarvatni, kláraði þar, fékk áhuga eðlisfræði og þar sótti ég styrk til að komast til Bandaríkjanna. Því ég þurfti annaðhvort að fara til Reykjavíkur eða til Bandaríkjanna og fyrir einhverja ástæðu þá fékk ég fullan styrk og fór til Los Angeles.
Svo það var orðið léttar að fara til Bandaríkjanna alla leið til Los Angeles heldur en að fara til Reykjavíkur. Já, sko, ég þurfti ekki að borga húsalegu, ég þurfti ekki að borga mat, bara ferðina og svo var hitt frítt. Já. Hvað slags styrkur svona? Þetta er bandarísku styrkur sem Institute International Education og eitthvað svoleiðis. Já. Sem var í New York og bara Jóhann Hannesson sótt það fyrir mig og ég fekk það. Það gekk eftir. Já. Varstu þá ekki góður nemandi? Þú hlýtur að hafa verið með góðar einkunnir? Jú, já, ég var sæmilegur nemandi. Já, frekar góð. Ég var góður í raunvísindum. Já. Og hafði áhuga á því. Já. Málin, þau léku með, já, það var svona, ég átti að erfiðara með þau. Já, en raunvísindin var þitt fag? Já, ég hafði gaman af því. Já. Svo þarna ertu allt í einu komin til Bandaríkjanna, bara í nám. Hvernig var það að vera komin í borg Englana? Þetta var flott. Það var flott? Já. Ég var þarna í 4 ár, kom heim á sumrin og vann bara fyrir fiskvinnslu. Í Vestmannaeyjum? Í Vestmannaeyjum og svo fór ég út og var þar veturinn. Já. Alltaf sól og sumar. Alltaf sól. Maður var með sér bara, maður var leiður og sól eða svona stundum. Jú. Já. Það er gott að fá svona smá brælu. Það var einu sinni, það var 2 tíma snjókoma í jörðinni. Já. Í öll þessi 4 ár. Já. En þetta bara maður vandist þessu. Já. Og ég hafði mjög gaman þess. Þetta var góður skóli, góðir félagar og bara mér langaði að halda áfram. Já. Og þá þegar ég var búinn með college eða BS, og þá hélt ég áfram í Háskólanum Maryland. Já. Og kláraði doktorsnámið þar? Já. Já. Á hvað mörgum árum? Ég var 7 ár. Já. Já. Það ég gat strax farið beint í doktorinn og gekk vel. Já. Og það bara atvikaðist þannig að ég fékk mjög góðan prófessor. Já. Og logandi áhuga fyrir verkefninu? Já, ég get alveg sagt. Ætlaðir að verða vísindamaður að brjóta blað í sögunni? Já, ég ætlaði að... Auðvitað ætlaðir það. Það er enginn að fara í þetta öðru seldur en að gera eitthvað. Ég ætla ekki að... Sko málið það að maður ætlaði sér ekki neitt að vera ríkur. Nei. Ég ætlaði bara að gera það sem þótti gaman að gera. Og rauninni hafði lífið svona nokkurn veginn verið þannig að ég gerði það sem ég langaði að gera. Já. En þið langaði að ná árangri þannig í Ellisvæðinu? Já. Já. Og mér langaði bara að lifa lífi, vera bara góður maður, eiga bara gott líf. Já. En þarna höfum við ekkert minnst á trúna í þessi ár sem við erum búin að vera að tala núna síðustu mínútur. Það er rétt. Já. Hún skipti nefnilega mjög litlu máli fyrir mig. Já. Jú, það tók fólk á móti mér, ég kynntist til dæmis trúum Ameríkonum. Já. En þeir máttu bara hafa sína trú og það var allt í lagi, það var bara eins og í Vestmannaeyjum. Já, já. Þarna var sem sagt, þér fannst algjör óþarfi að vera, svo ég noti þín orð, að vera trúaður. Já, það bara, þetta var bara gott fyrir sumt fólk og ég var bara, það gekk allt upp, það gekk allt vel. Já. Og af hverju þá að vera að trufla þetta með einhverju trúarugli. Hörðu, við skulum vita hvað það rætist ekki úr þér. Taka aðeins smá pásu núna og fá hressa lofgjöf til þess að halda fram að hafa þetta hrest og svo komum við aftur og vitum hvort það rjáttist ekki til rúin á hann. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flower before Thee. Hear the intercession above. Build the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light. Fill us with the light.
Lord, we adore thee. And in my life I put none before thee. Cause since I was a youngster I came to know that you was the only way to go. So I had to grow and come to an understanding that I'm down with the king. So now I'm demanding that you tell me who you down with, see? Cause all I know is that I'm down with G.O.D. You down with G.O.D? Yeah, you know me. You down with G.O.D? Yeah, you know me. You down with G.O.D? Yeah, you know me. Who's down with G.O.D? Mama join the chorus, the mighty, mighty chorus, which the morning stars begun. The fire of love is lightning over us. By the way, what have you done for him lately? Ooh, yeah. What have you done? Komið sæl aftur, Ragnar heiti ég og hann hjá mér hann Þorsteinn og þú ert að horfa á Kvöldljós. Og það, við skildum við áður en við settum lagið á að það væri algjör óþarfi að vera trúaður. Og fékkst að hafa það á svona sterkt trúuðu heimili eins og þú ert kemur frá. Já, ég fekk það. Já. Því að náttúrulega, sko, maður bara hélt heimilisreglum, en það náttúrulega, það var ekki, menn voru ekki að reykja og drekka og slíkt. Og maður bara hélt því. Já. Og ég leiddist ekki út í slíkt. Nei. Þetta var bara eðlilegt að vera svona heima og svo var náttúrulega það sem ég var annars staðar á heimavist. Já. Þar bara hélt maður áfram þínu góða uppeldi. Já, maður hélt sig vel frá óreglu, því að óregla og nám, það er slæmblanda. Það gengur ekki. Það bara virkar ekki. Nei. En hvernig heldur að foreldrinu hafi liðið að upplifa sem sagt það að þú værir ekki að ganga svona þessa göngu að bara, að stefna á að geta predika á að kassa? Sko, ég veit eitt, sko, þegar ég fer út til Kaliforníu, að þá fékk pabbi og kort frá fólki sem tók á móti mér. Og það sagðist vera trúað. Þá var hann mjög ánægður. Já. Og ég trúi því að hann hafi beðið fyrir mér. Já, og þau bæði. Já, þau hafa bæði beðið fyrir mér. Já. Því að og það er kannski eina það sem foreldrar geta gert. Já. Þú veist, eina rétta, segi ég, sko. Börnin þau yfirgefa heimilið. Já. En auðvitað getur foreldrar haft áhrif á hvernig, bara vernd og hvernig börnunum gengur með því að biðja fyrir þeim. Já, en ekki kannski að reyna að tróða trúnað uppi sem að eða er ekki vilji eitthvað svoleiðis. Sko, það er enginn sem treður trúna á því. Trúi er ákvörðun sem menn taka sjálfur. Vilja ákvörðun. Já. Og sá réttur er gefinn af Guði. Já. Já, hann er gefinn. Guð kemur ekki til þín og segir, þú skalt trúa. Nei. Hann gæti það, en hann er ákveðið að fara aðra leið. Já. Hann er borið svo mikla virðingu fyrir þér að hann gefur þér frjálsan vilja. Og mér. Já, og öllum. Já. Heyrðu, en hvað? Þú ert þarna á kafi, þú ert vísindamaður, þú ert að doktorast og ert alveg á kafi og ert að nálgast stjörnuhimininn, eða hvað? Já, það er náttúrulega, sko, fyrst þurfum menn að komast að stað og ég hafði háleit markmið, mér langaði sko að svona setja markmið í vísindaheiminn og það þýðir að ná árangri. Og ég var í sko teoretíska eðlisfræði, þannig að maður var að byggja ákveðið módel og útreikningar og reyna að líka eftir því sem að menn hafa séð í heiminum. Já. Og ég var búinn að vinna lengi að því, 2 ár og það gekk allt bara upp og annars hefðum við hætt í áður. Sko. Og þú og prófessorinn þinn? Já. Og við vorum hérna nokkuð bjartsýnir á að þetta myndi bara, að við myndum geta fengið þarna góðan árangur. Já. Og prófessorinn minn var svona freka þekkt nafn í þessum fræðum og ég ætlaði nú ekki neitt að vera mikið minni en hann. Nei.
svo bara þegar að eftir svona nokkur ár, eftir 2 ár, að þá komast við að því að þetta bara ekki alveg að ganga upp. Nei. Og ég tek þetta raunverulega bara inn á mig. Ég verð svona hálf dapur yfir þessu. Já. Mér fannst ég svona hafa rauninni verið að fiska í dauðum sjó. Að hérna búin að eyða þarna, já, rúmum 2 árum í eitthvað sem að svona gaf lítið, annað hendur en bara einhverjar formúlur. Já. Það gaf rauninni sko vandinn var sá að það fengust ekki það niðurstöðun sem við vildum. Nei. Og það fór svona að koma spurningar rauninni lífið og svona hvað það hefði upp á að bjóða. Já. Og ég hérna, þetta náttúrulega truflaði mig ekki mikið, en þetta var svona í bakhöndinni. Þú upplifði svona tilgangsleysi? Já, ég fann það svona, ég og maður reyndi, en bara svona árangurinn var ekki eins mikill og maður hafði vonast eftir. Já. Og svona þetta var kannski svekkelsi, en þetta var ekki neitt þannig að maður lagðist í tunglindi. Nei, og þú varst ekki að gera neitt stór mistök eða neitt svoleiðis, þú varst áfram í námi og gert við og allt svoleiðis. En þú varst ekki að gera þessa tímamóta uppgötvun sem langaði þess að gera. Já, og Prókursson sagði bara, skrifa þetta upp og þá er þetta gott. Já. Og mér fannst það bara pínlítið svona snubbót. Já, þú bara, það uppfyllti ekki þínar væntingar. Já. Já. En þarna gerist eitthvað í trúarlífunni hjá þér. Nú förum við að verða heitir. Já, sko ég hafði yfirleitt farið heim, sko til dæmis jól og þá hafði ég farið heim og var til pappa og mamma. Og þá kom einn daginn, að maður eða hjón, þau buðu mér í kirkju. Og ég hugsaði með mér, það er kannski allt í lagi að geta sagt við pappa og mömmu, ég fór í kirkju sko. Já, þetta var úti. Já, þetta var þegar ég var rænlendis, af því að ég fór sjaldan í kirkju. Já. Mér fannst bara enga þörf hafa þið. Nei. Svo ég fór hérna í kirkju og þegar ég kem tilbaka þá tekur hún mótið mér ung fögur stúlka og hún segir, heyrðu mig, þetta áttu ofta að gera. Já, þegar þú kemur úr kirkjunni. Já, þegar ég kem sko heim. Já. Og það sem er þessi skrítið, hún var ekki trúuð, hún var kínversk og sagðist ekki vera neitt hrifin af kristnum mönnum, en hún sagði, þú átt að gera þetta oftar, og mér finnst ég bara að vera akkurat óbreyttur. Já, en hún sá breytingu. Hún sá einhverja breytingu. Já. Svo var það þannig að ég er búinn að keyra sama veginn í trúlega 3 eða 4 ár. Já, trúlega 4 ár. Og þá tek ég allt í einu eftir Hvítasunnunkirkju. Og ég hugsa með mér, það var nú kannski alveg gott að fara í Hvítasunnunkirkju. Þá geti ég sagt við pappa og mamma að ég hefði farið í Hvítasunnunkirkju og glatt á ennþá meir. Af því að mér þótti mjög vænt foreldra mína. Já, og vildir gleðja þau. Já. En þetta að fara í kirkju, þetta var ekki neitt, ég var ekki neitt að leita. Nei, þú varst ekki að gera það fyrir þig, þú varst að gera það fyrir þau. Nei, það var að gera fyrir þau. Já. Og ég bara ákveði næsta sunnudag fer ég. Og þetta var fallegu dagur, sunnudagurinn, og ég fer þarna og þá kemur orð að ég þurfi að endurfæðast. Kemur orð, hvað þýðir það? Predikarinn, hann bara talar hann talar til því, þú upplifir að sé tala til því. Já, hann talar bara það að allir þurfi að taka á móti Jesú og iðrast. Já. Og ég vissi það nákvæmlega. Þú vissir allt Biblíuna? Já, ég vissi. Þú var þölið vessin utan og var svoleiðis, það var ekki vandamálið. Já. Og kenningarnar varstu með á hreinu og var svoleiðis. Já. En það var það þannig að heima, þá var bara að tala þetta. Já. Og maður fékk þetta sem hérbið með móðumjólkinni. Akkurat. En þarna koma nýja fréttir, allt í einu. Já, sko,
Ég fekk, nei, þetta voru ekki nýjar fréttir. Nei, en nýjar fréttir, allt í einu þá heyrir eitthvað allt annað eða upplifir eitthvað allt annað eða hvað. Sko, ég fæ hugsun. Já. Sko, papp og mamma þau hafa trúað þessu. Annarkvort er þetta skiptir þetta máli, eða þau eru bara svona létt rugluð. Já. Og ég hugsaði með mér, býtu, ef þetta skiptir máli, þá ætla ég að taka á móti því og fer fram að altarinu og hérna í einlægni og ætla að biðja Jesú með fyrirgefð með syndirnar. Því að ég var engin sérstakur syndari, en ég hafi gert ýmislegt sem var synd. Ég vissi það alveg. Og ég hafði ekki, samkvæmt Biblíunni, þá var ég ekki með hreina skjöld. Nei. Og ég bara fer þarna fram og bið drottinu með fyrirgefð með syndirnar. Og það sem gerðist þá, það bara kom friður yfir mig. Allar þessar spurningar tilgangsleysi og þetta vonbrigði, það bara hurfu. Og hérna, ég var svo undrandi, býtu, bara biðja litla bæn og það bara virkar. Og ég fekk þá hugsun, Biblían virkar. Hún er ekki eins og venjuleg bók, heldur er hún bók sem virkar. Og ég hafði, sko, það sem að ég hafði þekkt, sko, vísindum, er það að þú hefur ýmsar kenningar, en kenningarnir, ef það virkar, þá er það sannar. Annars er það bara bull. Já. Það er hávísindalegt. Já, það er bara eðlilegt. Já. Þú getur haft hugmyndir, Já. en hugmyndin, ef það virka ekki, þá er það bara rangar og bull. Já. Og ég bara hugsaði með henni, býtu, að þetta skuli virka í Biblíunni, þetta er ótrúlegt. En þetta þótti mér bara merkilegt og ég bara ákvað að verða lærisveinn Jesú. Ég ákvað að vera lærisveinn Jesú. Og Þarna á þessari stundi eða bara á þessari stundu. Á þessari stundi? Af því að Svo það er mikið gerst á þessum, 5 mínútum eða 10 mínútum eða? Ég hugsa að það verið innan mínútu. Já. Það bara, það varð algjör breyting. Já. Það gerðist eitthvað sem ég skildi ekki og það hafði aldrei gerst áður. Nei. Og ég ákvað að þarna að þá myndi ég bara taka skírn heima þar sem að allir þekktu mig. Ég vildi að fólk vissi að ég var trúaður. Já, þú vildi taka opinberlega skírn. Já. Já. Ég vildi að fólk vissi að ég var trúaður og vildi þannig svona eins og bara vera vitnisburður fyrir Jesú. Já. Hélst áfram að fara í kirkju þarna úti þá? Já. Upp frá þessu þá fórstu á hverju sunnudegi eða? Já, og reglulega. Ég kynntist þarna söfnunum úti og svo bara fór ég að skrifa og hérna kláraði ritgerðina. Já, doktorsritgerðina? Já. Og það var svona, það hentaði nú ekki alveg að útskrifast jól og ég fór bara áður en jólin komu. Og svo tók ég skírn snemma árs 80. Já, en þú kláraðir ritgerðina og já. Ég vildi klára þetta og bara ljúka þessu. Ljúka þessu skemmtilega tímabili af þínar. Já. Að fá að vera að gera það sem þið þykir mjög skemmtilegt. Að læra eðlisfræði. Já, ég vildi og bara ljúka því. Þannig að þetta var ekki hangandi yfir manni og maður gæti ekki... Og bara byrja nýtt líf. Já, ég vildi bara að byrja nýjum áfanga, bara ljúka þessu og svo náttúrulega ætlaði ég að koma heim. Ég ákvað það líka, að koma heim til Íslands. Já, en var kannski inn í myndinni að vinna úti fyrst eða hvað? Sko áður fyrr, þá hafði ég hugsað með það. Já. Að vinna úti, því að hérna á Íslandi er talsvert öðruvísi. Já, það var nú ekki mikill markaði fyrir doktora þarna 1980. Nei, það er einhver meiri núna, en það er bara, ég hafði nefnilega kynnst því hvað
miklu möguleikar eru Já. úti í Bandaríkjunum. Já. Bæði með skólafélögum mínum og öðrum sem voru í kring. Já, en Í kringum mig. en við þessa endurfæðingu þá langar þig bara til þess að fara heim. Já, sko, þegar ég frelsast, Já, og það skiptir nefnilega svo miklu máli, að frelsast, því að það er að vera laus frá synd. já, það er þín skilgreining á því að frelsast. Já, að syndin hún missir tök á þér. Já, Því að hún stjórnar fólki já, sem er í henni, en þegar að Jesús frelsa þig, Já. þá missir hún tökin og þú færð rauninni að ráða. já, Hvort þú fylgir Jesú eða fer aftur út í heiminn. Og ég bara ákvað það eftir doktorinn, að þá myndi ég vera á Íslandi, því að mér fannst svo margir eins og ekki opinberlega kristnir hér. nei, Maður sá, sko, eða bara mér fannst það rauninni mjög fáir virkilega trúaðir á Íslandi. já, Og ég vildi bara vera einn af þeim og stuðla að uppgangi safnaðarins. já, Og þannig breyti ég stefnu. já, Og mér fannst svona Drottinn leggja þetta í hug minn. já. Og þú kemur heim og ferð að vinna í tækniskólanum. Já, ég byrjaði nú fyrst að vinna í fiski og það var Já. allt í lagi. Svo var stundakennari í tækniskólanum. Já, Og það var mjög gaman. Kennsla átti virkilega vel já, við mig. já. Varst þá að kenna eðlisfræði? Já. Já, Og kendi ég kendi í 4 ár þar. já, Jú, í 4 ár. Og en svo 84, að þá eða stuttu fyrir það, þá kynntist ég konuna minni, henni Margréti. Já, kemur hún frá trúið heimili? Já, hún kemur úr trúið heimili. Já. Við kynntust í Sörninum. Já, Og svona bara til þess að ég sá rauninni ekki leið til þess að hafa heimili og vera stundakennari, og þá sótti ég aðra vinnu og sótti ég starf hjá Ísal. Og ég get nú bara sagt þér svona eina smá sögu, að þegar ég fyrir viðtal, að þá tekur á móti mér maður sem heitir Pétur. Og við förum og borðum saman og ég bara hafði smá borðbæn. já, Og þá vissi ég ekki að hann var prestssonur. já, ok. En gerur þetta? Já. Þú erum alltaf með borðbæn, Já, þú ég- sért innan ókunnuga, Ég fer, veitingarhúsi og hvað sem er. það er nú ekki alltaf, en yfirleitt alltaf í vinnunni. Já, Jú, og heima. já, En ég fer nú ekki með borðbænu upp átt, ég bara, já. Og gerur það, fórstu með hann svona bara í hljóði þarna? ég fór með henni í hljóði. Já, en hann áttaði sig á því Já, persónulega já, hvað já. þú varst að gera? Já. Já, er þetta þá bara þeirra eðlislegt sem það að bara gera þetta eins og á þessari stundu þarna? Já. Já, Mér finnst það svo eðlilegt að þakka fyrir já, matinn. Ég man að ég var einu svona út á sjó og þá var það þannig að það var snurvoð og þetta var áður en ég frelsaðist. Þetta var í kringum þegar ég var 19-20 ára. Og þá var snurvoðan sett út og hún dregin eftir sjónum og þegar að pókinn kemur upp, það fannst mér svo skrítið að kallinn skildi Bölvu og Ragni við því hvað var lítið í pókanum. Ég var svo eðlilegt að hann skildi þakka fyrir að vera eitthvað í honum. það var nú komið sáðkorn í þig. En mér fannst, sko þetta fannst mér bara eðlilegt að þakka fyrir það sem maður fær. Já, Þó að maður trúi sér ekki neitt að trúa. já. Herra Þorsteinn, við ætlum að taka aftur hlé og þá ætlum við að fara að snúa okkur að vísindunum þegar við komum aftur. Það verður gaman að því að skoða Biblíunni gegnum vísindin og við gerum það þegar við komum tilbaka.
Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrows, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for we won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Oh, please swallow your pride. If I have faith, you need to borrow. Oh, for no one can fill those of your needs that you won't let your. Lean on me. Oh, lean on me. When you're not strong. When you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Just hold on, brother, when you need a friend. We all need somebody to lean on. Despite their problems that you understand, we all need somebody to lean on. Lean on me. Oh, When you're not strong. I'll be your friend. I'll be your friend. I'll help you carry on. It won't be long. It won't be long No, no, no. till I'm gonna Need somebody. Need somebody. lean on me. Whoa, whoa, whoa. When you're not Strong. I'll be your friend. I'll be your friend. I'll help you Carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You need somebody to lean on. Komið sæl aftur, Ragnar heiti ég, hann er hérna hjá mér að Þorsteinn. Þú ert að horfa á Kvöldljós. Við höfum svona farið í gegnum þitt líf, Þorsteinn, Já, og gaman að kynnast þér nánar. En það sem mér fannst svo mikill fengur, það var þetta að fá hérna hámenntaðan eðlisfræðing sem væri líka trúaður. Og hérna, já, með tilliti til þess, hvernig getum við horft á Biblíunni í gegnum vísindi? Eins og við segjum hérna, skilurðu, Biblían áreiðanleg? sko, ég hef oft furðað mig á þessu. Af hverju þetta reyninni er ekki, já, af hverju þessi spurning er ekki tekin rauninni á heilbrigðan hátt. Já. Sko, það sem mér finnst, það er allt of mikið að það séu einhverja bara fyrirsagnir og það séu staðhæfingar, og ég trúi því að trúað maður, að ég veit að hann trúir að Biblían sé sönn, en hann sé líka mjög, það er svona snertan meira heldur en hinn. Ef ykkur segir Biblían er ekki sönn, því að ef að menn trúi ekki Biblíunni og ykkur segir það, já, Biblían er ekki sönn, það hefur ekki neitt, það er ekki neitt afgerandi. En ef að þú trúir Biblíunni og ykkur segir hún er ekki sönn, það snertir við fólki. Og ég get bara sagt þetta að til dæmis bara ef maður byrjar á Biblíunni, í upphafi skapaði Guð heiminn og jörð. En það þykir nú frekar lási að trúa því.
Já. Þú veist, tíðarandinn er svona, þú veist, það er löngu búið að sanna það að þetta var í Stóra-Hvelli og ég veit ekki hvað. En býttu, Stóri-Hvellur á sér upphaf. Ok. Og það sem að menn hafa séð er það að heimurinn er að þenjast út. Og það þarf ekki neitt rosalega mikla útsjónasemi að sjá það ef að hlutir að þenjast út, að ef þú fer aftur í tímann, að þá fer bara allt að einum punkti. Og ef að ykkur á sér upphaf, þá er þá tími til að þegar allt var eins og 0 og ef þú ferð á undan, þá var það ekki til. Nei. Og það sem að til dæmis eðlisfræðin segir að massi er sama orka. Já. Og það er eitt af grundvallarlögmálum eðlisfræðinnar er það að orka varðveitist. Já. Og það þýðir svona venjulegu máli, jú, orkan hún varðveitist nema að þessum upphafspunkti, býtu, hún var að engu, nei, ekki samkvæmt eðlisfræðinni, heldur var hún sköpuð. Hún var allt í einu til. Og hver skapaði hana? Einhver sem var til áður en heimurinn var til. Það hlýtur að hafa verið drottinn. Já. en þetta, sko, þegar mann... Áttu þér sem sagt, sko, fólk sem er sammálaðir, sem sagt, eru vísindamenn þarna staddir, þar sem þú ert staddur? Yfirleitt ekki tala þetta á þennan hátt. Nei. Sko, það er eins og Miklihvellur. Menn tala það sé ykkur flökt eða skammtaflökt. Og ég bara verð að viðurkenna það. Ég skil það ekki. Því yfirleitt er alltaf í eðlisfræðinni það er orsök og afleiðing. Já. En þegar þú segir bara orsökin, hún er eitthvað svona flökt, það finnst mér ekki vera... Það gengur ekki upp í þínum huga? Ekki í mínum huga. Nei, nei. Og hérna, mér finnst, sko, þegar að menn er að ræða þetta, þá þurfa menn að velta því fyrir sér, býtu, er þetta ásættanleg skýring? Því að oft er það þannig, já, það er svona, þú bara, stóru spurningur farið ekki neins svör við. Já. En mér finnst það svo eðlilegt. Biblían gefur bara hreint og beint svar við stóru spurningunum. En nú til dæmis, sko, nú erum við að tala að Biblían tala bara sko, 1000 ára. Fyrir einhverju 5000 ára þá gerist þetta og svoleiðis, þetta er svo stutt. Já. En vísindin segja að þetta séu sko 20 milljónir ára sem að maðurinn hafi verið að þróast. Við komum seinna að því, í sambandi við þróunina. Allt í lagi. Sko, þetta er bara sköpunin. Já. Þetta er sem sagt jörðin og himinninn og stjörnurnar og allt. Svoleiðis að þú segir sem sagt, ef ég reyni að segja þetta, endur segja þetta, að þú segir það var einhvern tíma núllpunktur af því að hlutirnir hafa eðlis tilhneigingu til þess að þenjast út. Já, það er bara mælt. Það heitir Hubbles stuðull, að heimurinn þenjast út. Já, hann hefur einhvern tíma verið bara 0. Já. Já, það er það sem þú átt að segja. Já. Og svo gerðist eitthvað og þú vilt meina það að Guð sagði. Já. Guð skapaði bara heiminn. Og þá varð hann til. Og þá varð hann til. Á 7 dögum. Nei, það var á fyrsta deginu. Á einu degi þá, svo ég endur orðið þetta. Bara í augnabliki. Á augnabliki. Og það sem er svo merkilegt, að hann byrjar á því að það verði dimma, síðan skapar hann ljósið. Já. Og þetta er til dæmis hjá gyðingum, að þá byrjar til dæmis dagurinn kvöld og síðan kemur birtan. Já. En það er annar mál. Já, já. Svo þú einlæglega trúið því að Guð hafi skapað heiminn, já. Heiminn? Og mér finnst bara... Og það sem eftir kom, þessi 6 dagar sem að gengu í það að klára dæmið. Já. Og svo tók hann sér bara hvíld. Að 7. daginn, rétt. Og sko, málið það að þetta er opinberun.
Þetta er opinberun sem Móse fékk. Það var auðvitað engin maður til þegar Guð skapað og það sá engin maður þetta. Nei. Og ég trúi því að bara Guð hafi Sagt Móse þetta. Já. Svona gerði ég þetta. Já, og eitt annað sem er mér finnst merkilegt og það er það að í Biblíunni stendur að Guð þenji út himininn. Já, sem stenst nútíma vísindi. Já, og hvernig gátu menn í fornöld vita það að heimurinn er að þenjast út? Já. Og með þess að 2011 þá fengu eðlisfræðingar Nóbelsverðlaun fyrir að mæla þetta í þaula. Já. Og því þetta er bara mældar, þetta er staðreind sem menn hafa séð. Og mér finnst þetta bara merkilegt að Biblían, eða sko að orðbiblíuna skuli stemma við þekkingu. En það var það sem ég átti við áðan, sem sagt að maður heyrir ekki svo marga vísindamenn, maður heyrir náttúrulega það að Einstein væri trúaði til dæmis. Já. Já, en maður heyrir ekki svo marga vísindamenn, þó er alveg hægt að lesa það að fullt af vísindamenn sem hafa sagt þetta sem þú ert að segja, en samt er þetta ekki svona almennt að vísindamenn sé að tala svona. Það þykir fínn að tala þetta að við þróast og ég veit ekki hvað og hvað. Sko ég veit að Einstein var trúaður, en það, sko vandinn var sá að hann átti erfitt með að gútera Jesú. Já. Og þar er nefnilega málana. Af því hann er gyðingur þá? Já, hann er gyðingur. Já, hann náði ekki fagnaðarerindinu. Nei, við okkur gefið fagnaðarerindinu. Svona með sko á heimsmæli hvarða sko gáur, en nær ekki fagnaðarerindinu. Þá getur við kannski fyrirgefið okkur hinum sem að náðu því algjörlega, því þetta er náttúrulega gott þess að vera satt. Ég sko, að ná fagnaðarerindinu, það er náð. Já, það er náð. Því að hefur ekkert með gáur að gera. Ég var þarna fram að 28 ára aldri, þá bara lifði ég akkurat eins og mér sýndist, svo bara fékk ég náð. Já, til þess að skilja fagnaðarerindið. Til að skilja fagnaðarerindið, til að skilja frelsunum. Góða boðskapinn. Og ég trúi því að það hafi verið bæni foreldra minna. Já. Þess vegna langar mér að leggja áherslu á bænina. Hún, sko, ég skil ekki hvernig hún vinnur. En hún vinnur á þann hátt sem er yfirnáttúrulegur. Já, og það er árangur, það er ávöxtur. Það er ávöxtur. Já. Og hún vinnur í hennu andlega. Já. Og veistu það? Það er bara allt í lagi. Við þurfum ekki að skilja það. Guð vinnur þannig. Já, já. En þetta er vísindalega niðurstaða, það sem virkar, það er náttúrulega stenst. Já. Já. Og þau myndist á lífið. Sko, til dæmis ein fruma. Hún er náttúrulega, það er svona það er kjarni og svo er eitthvað kringum kjarnan. Og þessi fruma, það þarf að koma öllu erfðaefninu ofan inn í kjarnan. Og það þarf að raða DNA upp og það er ákaflega mikið skipulag og það er hérna með aminosýrur, það geta með vinstri, það geta snúið til vinstri og hægri, en þú þarf að raða upp kannski 100.000 stykkjum, það gerist ekki fyrir tilviljun. Nei, þetta er hugsun á bak við þetta. Já. Og það sem við sjáum þetta gerast er í lífríkinu. Þetta gerist ekki það sem er ekki líf. Já. Og þess vegna er eina frumreglunum í líffræðinni að líf gefur af sér líf. Og líf myndast ekki fyrir tilviljun. Nei, en það er samt þróun. Við sjáum að dýr þróast, er það ekki, til þess að komast af. Já, sko, þetta er nefnilega, sko, í fyrsta lagi, það þarf Guð til að starta lífinu. Já, við erum búin að afgreiða það. Já. Já. Í sambandi við það sem þú sér í lífinu, yfirleitt þegar að dýr veikjast, þá deyja þau. Það er fuglar, það er fuglar á Íslandi með þess að geirfuglar, hann er ekki lengur tegund. Nei. Og hérna, þetta er það sem menn sjá. Þróunarkenningi, mér finnst hún
mér finnst hún vera meiri trúarbrögð en hitt, því að Þú þarft að hafa verulega trú til þess að trúa þróunarkenningunni, ertu að segja það? Já. Sko, og mér finnst til dæmis svarið, sko, það er til dæmis ein stór spurning. Hvort kom undan, hænan eða eggið? Svarið er ákveðlega einfalt. Guð skapaði hænan og síðan kom eggið. En til þess að fá egg sem getur gefið kjúkling, þá þarftu líka hana. Já. Þannig að lífið verður að byrja eins og það bara sagt í Biblíunni. Já. Það þróast ekki á milli tegunda. Nei. Og fólk hefur ekki séð það. Og hérna, mér finnst þetta vera þannig að annarkvort hafnar fólk Guði og þá fer það út í eitthvað sem er ekki sannleikanum samkvæmt, eða það bara tekur móti Guði og fær það sem er eðlilegt. Og sannfæringu fyrir því að þessi satt og rétt. Já. Og til dæmis það að sko, sköpunarfrásögnin, hún er svo eðlilegt samhengi, hún er kannski ekki sett fram eins og í vísindabók, að öll skrefin séu útlistuð, en hún er, mér finnst að sko, aðalatriðin koma fram í henni. Já. Og að því að menn er að tala um það, er Biblían áreiðanleg? Þetta var nú raunin spurningin sem, og í mínum huga, þá stenst Biblían vísindin. Sköpunarfrásögnin, hún stenst. Og það sem að maður þekkir til, þá stemmir það. Og það sem og ég rauninni verða að viðurkenna það, mér finnst það skrítið að rauninni, til dæmis með þróun. Það er til kolefni sem heitir kolefni 14. Það er geislavirkt kolefni og myndast í háloftunum og er notað til aldursgreininga. Það er til venjuleg kolefni 12. Kolefni 14 og kolefni 12 eru mislétt og með hraðli er hægt að sortera. Og þú getur mælt upp í 50.000 ár. Ef allt á að vera margra milljónar ára gamalt, þá á að vera til kolefni sem er margra milljónar ára gamalt. Já, og það þýðir það að það á að vera, þetta er 5.000, ég held að helminguntíminn er 5.700 ár. Þú ætti að geta fundið kolamóla sem er ekki með neitt kolefni 14. Já. Hann hefur ekki fundist. Menn hafa farið og eimað úr olíu viss efni, svona til þess að það er í fiseindatilraun, það er nú aukaatriði, en aðalatriði það að þetta efni á að vera kolefni 14 frítt. Það er fullt af kolefni 14 í það. Og sem þýðir það að jarðolían, hún er ekki með 100.000 ára. Og það er eitthvað, þetta bara stemmir ekki. Nei. Að lífið sé margra milljónar ára gamalt. Nei. Svo er ég heyrum daginn og það var að þeir voru að... Við erum að vera búin með tíman. Það var að skoða risaeðlubein sem áttu að vera 65 milljónar ára gamal. Þegar mælt á 29.000 ára. Já. En það svolítið aldur. Já, já. En það er meira heldur en stendur í Biblíunni með 5.000 árin og það. Sko, málið það að 1000 ár getur verið í dag hjá Guði. Já, við skýrum þetta hann. Og ég held að menn eigi í fyrsta lagi ekki að segja einn dagur er bara 24 tímar. Nei. Það finnst mér... Þar kemur skekkjan. Herðu, það er breyta sem okkur vantaði. Við verðum að hætta núna því að við erum búin með 60 mínútur. Það er bara sýndi sig við höfum getað haldið áfram, en þannig er það bara. Þakka fyrir komið, Þorsteinn minn. Þakka þér kærlega fyrir að fá að koma. Þakka þér fyrir að vera með okkur í kvöld. Ég trúi því að þér hafi þótt gaman að þessu. Ég veit þótti gaman að þessu. Ég bið Guð að blessa þig og býð þig góða nótt.